Já, við hefjum þá fund að nýju í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Við erum búin að afgreiða fjárhagsáætlun bæjarins fyrir 2021-2024. Þá má segja kannski að við séum að fara í hefðbundið far og eins og oftast þá eru 2 fundargerðir frá bæjarráði. Já, við hefjum þá fund að nýju í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Og við tökum þá fyrst til umræðu fund sem var haldinn í bæjarráði Mosfellsbæjar 27. nóvember síðastliðinn. Það var fundur númer 1467 og þar voru nú 12 mál á dagskrá. Hvað var lengi? Forseti gefur orðið laust og biður ykkur að slá inn nafningar á biðjum orðið hérna á spjallfræðinum. Orðið laust fundargerð bæjarráðs númer 1467. Má við aðeins að kíkja á þetta? Já, að sjálfsagt að hingra. Hvað segir bæjarfulltrúi Sveinn Óskar? Hyggst þú taka til máls? Fjórtán sex sjö. Þú voru eiginlega að biðja orðið, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Takk kærlega fyrir, forseti. Ég sé ekkert í fundargerðinu svo fljótur ræði. Það er í næstu fundargerð á eftir dag. Já, það er sem sagt enginn sem kveður sér hljóðs, en við göngum þá til atkvæða. Þeir sem staðfesta þessa fundargerð bæjarráðs frá 27. nóvember 1467 eru þá beðnir rétt upp hönd. Við gerum þá bara handauppréttingu held ég. Og það eru 9 hendur á lofti alveg greinilega. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá er komið að fundargerð bæjarráðsins síðari. Hún var haldin viku seinna, 5. 3. desember síðastliðinn. Þetta var fundur númer 1468. Það voru nú heil 15 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust og biður ykkur að tilkynna ykkur hérna á spjallinu og nú þegar hefur einn bæjarfulltrúi beðið orðið. Það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti. Ég gem undir dagskrárlið fundar í bæjarráði númer 1468 og dagskrárliðurinn er 3.7. Fyrirspurn varðandi framsal á landi og eignarrétt tengt Laxnesi 1 og Lækjanesi. Hér liggur fyrir umsögn varðandi þetta og ég bæ aðeins að drepa á því, en minnisblað er hérna meðfylgjandi málinu sem ber yfirskriftina með leyfi forseta umsögn fyrirspurn varðandi framsal á landi og eignarrétt tengt Laxnesi 1 og Lækjanesi. Og þetta í Mosfellsdal fyrir þá sem að hlýða. Starfsmaður Þóra Matthísen, lögmaður Mosfellsbæjar sem vinnur minnisblaðið. Það er hér rakið þetta mál með þeim hætti að svona lagt í það að það hefur eitthvað skjali verið þinglýst. Ég les og það nú kannski geti fengið það í fundarhlið einhverju slíku svar við því, enda gæti bæjarstjóri kannski svara því, en hér stendur í raun og veru í þessu minnisblaði að hvort það hafi verið þinglýst eða bara dagbókarfært hjá þinglýsingarstjóra sýslumannsins í Reykjavík á sínum tíma 30. mars 2012
skjölum varðandi rétt á landspildu eða bút sem að stækkaði Lækjanesið einhverja 1000 fermetra. Niðurstaða þessa máls, eins og ég sé það, en fyrirspurnin mín gekk út á það hvað afsalið væri fyrir þessari stækkun á þessu landi á sínum tíma, það afsal virðist ekki vera til og hafi aldrei verið gefið út. En engu að síður afmarkar sveitarfélagið á korti land til handa Lækjanesi sem einstaklingar að Lækjanesi hafi ekki hald í með eðlilegum hætti, sem sé eignaréttur fólksins þarna sem býr þarna ekki nógu vel tryggður með afsali. Og svo þetta reifað hérna sem eins og það eigi að stefna Mosfellsbæ og einsinn var, ef ég skil það mál rétt, ég las nú eitthvað í þessum dómi sem að féll og var í raun og veru, málið var vísað frá að þið skildist varðandi það og segir hérna í lokaorðum með leyfi forseta, dómsmálið þessu var vísað frá dómi vegna formgalla og hafa dómstólar því ekki lagt endalegt mat og framangreint álitaefni. Þetta nú svona næstsinnasta setningin í þessu minnisblaði sem í raun og veru, ef ég skil dómsmál væntanlega sem að eigendur Laxness hafi höfðað í málinu. Þar þá vísað í úrskurð héraðsdóms hérna í þessu minnisblaði og þessu var vísað frá og ég held að það hafi verið, ef ég man rétt, vegna þess að það var ekki öllum nágrönnunum á landinu í kring við Laxness að ég held stefnt í málinu. Það hafi þessi formgalli. En eftir stendur að einstaklingar sem eiga lóð eða lóðaréttindi í Mosfellsbæ þarna virðast ekki vera með skjal sem staðfestir eignarréttin þeirra og ráðstöfunarréttin þar af leiðandi, beinan eða óbeinan eignarrétt á öllu þessu landi sem skráð í dag 14.164 fermetrar og var áður skráður 1949 1 hektari eða í kringum það. Og þetta eitt af þessum málum, nákvæmlega eins og mörg önnur mál sem ég að benda á hjá Mosfellsbæ, sem eru bara glæný, eins og til dæmis að sumir fá að skrá auka íbúðina á fastanúmer og aðrir ekki í Litlakrika. Þannig að, og svo margt annað sem að mér finnst ábótavant, en við vitum það líka, og ég þekki það bara sem starfandi fasteignasali yfir áratug, að það hefur verið víða pottubrotun í landamerkjum. En það að bærinn virðist hérna með þessum minnisblaði, fulltrúi bæjarins sem þá lögmaður bæjarins, og væntanlega hefur bæjarstjórinn lesið þetta yfir, að það eins og sé bara beðið með hendur í skauti, sko beðið eftir dómsmáli einhvers, í staðinn fyrir að svarið verði hvað ætlar bærinn að gera fyrir fólki á Lækjanesi til þess að tryggja þennan eignarrétt sem skráður núna 14.000 fermetrar. Það bara ekkert alveg ljóst samkvæmt þessu minnisblaði að þetta fólk hafi þennan rétt sem skráður í þjóðskrá á Lækjanesi. Og þetta finnst mér bagalegt og fyrirspurn mín til framkvæmdastjóra sveitarfélagsins einfaldlega svo á að bíða eða ætlar bærinn að gera eitthvað í þessu máli. Það nú bara spurningin. Takk fyrir mig. Já, það nú beint spurningu til bæjarstjóra, ég veit ekki hvort hann vilji taka til máls. Já, jú, ég get alveg tekið til máls, sko. Sko, bara mitt svar það að þetta staðan eins og
hún þinglýst og kemur fram í bókum. Bærinn hefur enga ástæðu til þess að ætla að þetta eigi að vera einhvern veginn öðruvísi. Og meðan svo þá held ég að bærinn geri ekki neitt. Þannig að ef einhver telur á sér brotið, hvort sem það eigandi Laxness eða eigandi Lækjarness eða einhver annar, þá held ég að hann verður þá bara að leita réttar síns eða fara þær leiðir sem að réttarkerfið kveður á en bærinn hefur mínu viti enga ástæðu til þess að ætla að þetta sé eigi að vera einhvern öðruvísi sem það skráð. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar er beðið aftur orðið, gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, takk fyrir. Þetta var ekkert svar. Það er ekki svar að því hvar framsalið er. Það nægir ekki að krota á blað og þinglýsa. Ég sé ekki þetta skjal þinglýst yfirleitt á þetta að vera fylgiskjal með afsalið. Það er ekki. Hvar er afsalið? Og það er ekkert afsal. Það er ekki bara eins og búin að segja þessi til. Og hvernig er venjulega löggjöf í þessu máli? Það er að afsalsröð sé óslitin frá örófi alda. Þetta hefur verið deilt í þjóðlendumálum út allt land. En hér segir bæjarstjórinn, framkvæmdastjórinn, að það sé þinglýst skjal. Það er ekkert nóg að það sé skjal eitthvað kort, það þarf að vera afsal. Og þess vegna vil ég nú bara fá betra svar þess efnis. Hvar er afsalið? Hvar er framsalið á landinu frá þeim sem áttu það á? Og hvers vegna er þetta ekki ljósara en það er? Það þykir mér mjög miður að sveitarfélag sem að augljóslega á að hafa þetta í lagi skuli ekki koma í sér lag. Og horfandi til þess að bæjarbúar verði alltaf að höfða mál ef að sveitarfélagið hefur sjálft ekki staðið rétt á málum. Það þykir mér miður og skrítið. Þarna er alveg ljóst að það finnst ekkert afsal fyrir einhverjum 4.000 fermetrum. Og ég segi bara, minnisblaðið er bara óljóst. Hvað var þinglýst? Var þetta, sýslumaður þinglýsir ekki skjali til eignarréttarframsals nema fyrir liggi afsal. Kaupsamningur og afsal. Og það er ekki hér neinu slíku að heilsa. Og þess vegna er svarið ekki svar frá bæjarstjóra og ég óskaði eftir að hann allavega hann má taka sér hlé og það má fresta þessum lið, hann kann að svara þessu betur eða vantar einhverja aðstoð að svara þessu. En þetta er ekkert svar. Takk fyrir mig, Billy. Já, ég er á orðinu. Já, gerðu svo vel, já, það var, já, en það er Lóvísa búin að biðja orðið. Lóvísa, þú varst búin að biðja orðið þetta mál, það er rétt að gefa þér orðið. Já, ég meina, Halldór getur líka svarað Sveini Óskari fyrst ef að þið bara fundarstjóri ræði því, þú veist, það var bæjarfulltrúi fannst mér að spyrja bæjarstjóra en viltu að ég tala fyrst eða? Já, það er bara ágætt, það er svo vel Lóvísa. Já. Heyrðu, ég mér finnst þetta mál allt hið ruglingslegasta. Kannski bara byrjum þar. Þetta er og svona fyrir okkur bæjarfulltrúa að setja okkur inn í hvað þetta snýst nákvæmlega. Þú veist, þá er bara af þessum gögnum þó sem liggja fyrir ennþá mjög óljóst svona hver nákvæmlega deilan er og svo er þetta bara lagt fram í bæjarráði, hvað á að gera meira við þetta mál? Mér finnst augljóslega og við öll sem bæjarfulltrúar vitum það að við fengum sendan tölvupóst þess erindis bara núna í vikunni varðandi þetta mál. Þannig að þarna er greinilega eitthvað sem þarf að tækla. Þannig að ég er svolítið hissa á því að þarna er bara eitthvað sem er lagt fram. Nú og hvað? Á þetta bara að fara í hítina eða þú veist hvað eða á bara að bíða eftir að einn málsaðili þurfi að leita réttar síns fyrir dómstólum
og ég ætla í því samhengi benda sko, bæjarstjóra á sem embættismanni að Mosfellsbær hefur sem stjórnvald leiðbeiningaskyldu og rannsóknarskyldu samkvæmt stjórnsýslulögum og ég mér finnst kannski það hefur vissulega verið farið þarna í einhverja rannsókn, ég sé það en hverjar eru leiðbeiningarnar sko, hvað á ég les það bara þannig úr þessu að ég get ekki áleitt annað en að það sé niðurstaða bæjarins að hagsmunum bæjarins sé best búið að honum sé bara beinlínis stefnt í málinu. En ég myndi það bara vilja fá það fram að það sé afstaðan. Haraldur Sverrisson, þú ert búinn að biðja morðingja svo Haraldur? Já, sko, ég meina þessu afsali þinglýst. Það er þinglýst hjá sýslumanni. Þannig að ég veit ekki hvað við erum að ræða hér á bæjarstjórnarfundi þetta. Það liggur hérna fyrir fyrirspurn frá bæjarfulltrúa, henni var svarað. Það var fyrirspurn frá bæjarfulltrúa sem var svarað af lögmanni bæjarins. Það stóð ekki til að fara að álykta eitthvað það svar. Hann hefur það svar undir höndum viðkomandi bæjarfulltrúi. Hann getur þá gert það sem að honum sýnist réttir þessu máli. En þessu afsali var þinglýst og þinglýst og skráð hjá sýslumanni. Og bærinn hefur engar upplýsingar annað, þarna sé bara hlutirnir eins og þeir eiga að vera, enda bærinn, hann ekki eigandi Lækjanes, hann hins vegar 25% eigandi að Laxnesi 1 og þannig að þetta ekkert málefni bæjarins að öðru leyti en því að hann þetta aðili máls ásamt öðrum vegna eignarhlutarins í ákveðnu landi. Þannig að ég sé ekki að þessi bæjarins að fara núna að fara að gera eitthvað sérstakt. Ég sé það ekki minnst kosti. Já, forseti hefur sett sjálfa sig hérna á mælendaskrá. Þannig ég ætla að segja nokkur orð sem óbreyttur bæjarfulltrúi hérna þetta mál sem nú ekki alveg nýtt af nálinni. Þannig gögn sem eru gömul sem eru lögð hérna fram. En mér langar aðeins að segja eða fjalla það hvernig málið vaxið. Það semst einn bæjarfulltrúi sem að kemur fyrirspurnin í bæjarráð varðandi þetta mál og eignarhald hana og því var vísað til lögmanns og svo kemur hún til baka og þar við situr. Svo er annað mál þessu tengt eða sko hvað verið að ræða. Það eru 4.000 fermetrar, tæpar hálfur hektari. Ég veit 2 manneskjur á þessari jarðkúlu sem hafa áhuga á þessu máli og það eru þeir sem eiga minni hluta af þessum umdeildum fermetrum og þetta er ekkert nýtt mál, þetta hefur farið marga hringi og marga umferðir. Það hefur verið reynt að fara fyrir dómstóla sem auðvitað ágæt leið ef að fæst ekki öðruvísi niðurstaða en það strandar hins vegar á því að málatilbúnaður hjá þessum hagsmunaaðilum hann var bara ekki fullnægjandi og þar við situr. Stundum verður að fara dómstólaleiðina og þá verða menn að hafa allt á tæru. Svo bara lokum með málatilbúin. Þetta er tekið upp af einu bæjarfulltrúa eins og við vitum og það er auðvitað mjög gott að bæjarfulltrúa fylgist vel með það sem er að gerast í sveitarfélaginu og hvar pottur er brotinn en það er samt að mínu áliti svona íhugunarefni hversu langt einstakir bæjarfulltrúar eiga að ganga þegar í því að ganga erinda einstakra íbúa í sveitarfélaginu. Það vil ég segja núna á lokum. En ég held að við komumst nú ekki lengra með málið að þessu sinni. Já, það er reynda 2 búin að biðja orðið. Harald, varst þú búin að biðja orðinu aftur? Já. Já, og síðan Lovísa. Nei, bara sko eins og málið hefur verið farið með það að hálfa Mosfellsbæjar, þá er engin ágreiningur í málinu. Það liggur fyrir þessi landamerki, Mosfellsbæjar álítur bara að þau séu svona og þau eru þinglýst svona og það liggur fyrir þetta afsal og þannig að
að hálfu Mosfellsbæjar er ekkert engin ástæða til þess að fara að ræða þetta með einum menn mæti. Ef að hins vegar einhver, og ég meina, þetta var gengið frá þessu með þessum hætti á þessum tíma, þá var reyndar þessi sem að núna að kvarta yfir þessu máli ekki aðili málsins, á núna einhver 5,25% í þessari jörð eftir viðskipti sín við fjölskyldumeðlimi sína. En ég veit ekki hvað til hvers við erum að ræða þetta, sko. Ef einhver telur sig á sér brotið, þá erum við með leikreglur í því, en Mosfellsbær telur bara að þetta sé klárt og kvitt. Og á þeim ástæðum er Mosfellsbær ekki að gera nokkuð skapaðan hlut. En menn hafa leiðið að reyta réttar síns ef þeir telja á sér brotið. Já, Lovísa Jónsdóttir, þú beðum orðið, gjörðu svo vel, Lovísa. Já, takk. Já, ég nú bara aðalega að maður fjalla þetta mál vegna þess að þegar maður byrjar að lesa þetta þá finnst mér maður bara vita minna og mér finnst alltaf óþægilegt að lesa mál og finnast ég bara vita minna og minna eftir sem ég les meira. Og nú er það bara þannig að þetta er eitthvað sem var lagt fyrir bæjarráð og kemur þar að leiðandi inn á borð bæjarstjórnar og inn í fundargerð sem við þurfum að taka afstöðu til og ég legg það ekki vana minn að taka afstöðu til mála nema að reyna að minnsta kosti að skilja út á hvað þau ganga. Það er svona, ég reyni það allavega. Þannig að þess vegna er ég að spyrja út í þetta mál og ég sé það af þessu að það er einhver forsaga sem að er ekki inn í gögnum málsins og eins og Bjarki er að vísa til og hann veit greinilega einhverja hluti sem ég veit ekki og þekki þetta mál ekki að neinu öðru leyti heldur en það sem ég er að lesa hérna. En mér fannst einhvern veginn þannig að það virðist þá kannski bara ekki vera eins og það hefur verið einhver bein samskipti á milli bæjarins og þessa viðkomandi landeiganda eða hlutaeiganda hvað nú er sem að sé svona í gangi samhliða þessari fyrirspurn bæjarfulltrúa. Nú ef það er svo, þá tek ég að fullu undir með bæjarfulltrúa Bjarka það að stundum eru bara dómstólar sá vettvangur sem að best er að fara og það hefur þá að minnsta kosti fengist það út úr þessari umræðu að það er klár afstaða bæjaryfirvalda að stærð landsins sé eins og segir í þessu afsali sem að ef ég er að muna rétt frá 1996 og það þarf þá bara þeir sem telja annað að fá úr því skori hjá þar til bærum yfirvöldum. Það verður fróðlegt að sjá hvað það gerist. Já, nú er ekki fleiri á mælendaskrá í þessu máli en það hefur þannig að umræðum er lokið það liggur hérna fyrir bókun frá bæjarfulltrúa M-lista þannig sem forseti ætlar þá að lesa. Hún er svohljóðandi hérna inn á spjallfræðinum fulltrúi Miðflokksins hér á minnisblaði því sem liggur fyrir að ekkert afsal hefur verið gefið út vegna framsals á fasteign innan svega landsbyldu til 3 aðila. Þarna hefur Mosfellsbær greinilega ekki staðið rétt að málum og eignarréttur einstaklinga sem búa í Mosfellsbæ ekki tryggður. Það er Mosfellsbæ til vansa og ber að leiðrétta eins fljótt og kostur er. Til 3. aðila. Takk. Til 3. aðila fyrir ekki, já, afsakið. Til 3. aðila, já, það er svolítið munur á því. Já, það er ég lít svo á að þetta mál sé afgreitt af þessum fundi. Ég gef orðulaust ennþá einhverja önnur mál þarna, ef bæjarfulltrúar vilja ræða eitthvert mál á þessum fundi bæjarráðs frá 3. desember. Svo virðist ekki vera engin búin að Forseti. Já. Þetta er dálítið langt að ég var að sjá eitt mál sem að mér langaði að ræða eins. Já, viltu kannski setja bara nafnið inn þannig að við höfum röðina þar inn í spjallið. Já, meira að segja tvisvarsinnum. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakkaði forseti. Ég kem undir liðnum 3.14 frumvarp til laga opinberan stuðning við nýsköpun beiðni umsögn.
hér eru undan mál þar sem eru vísað svona frumvörpum til dæmis í 3.12 ef ég má benda á það, forseti, þá þau vísað sko til fjölskyldulýðræðis- og mannréttindanefndar, en við erum með nefnd í nýsköpun, menningar- og nýsköpunarnefnd, og hér stendur hjá bæjarráðinu að það bara lagt fram. Ég finn svona, það ekki of mikið að gera þegar þessari nefnd, og mér finnst eðlilegt að hún fengi að sjá frumvarpið varðandi opinbera stuðning við nýsköpun, þessi nefnd sem við höfum sem fjallar nýsköpun, og ég ætla nú bara að leggja það inn í fundinn bara sem tillögu að þessi fundur samþykki það að vísa þessu til umræðuna innan menningar- og nýsköpunarnefndar Mosfellsbæjar. Þetta nú ekki mjög flókið að gera það, og bara virðingu við nefndamenn að fá eins og aðrir nefndamenn svona frumvörp til skoðunar. En ég lýk máli mínu í bili, en ég vísa þessu kannski til bara. Já. Já, ég tel rétt að fundur taki afstöðu til þess að kjarninn í máli bæjarfulltrúa Sveins Óskar það að bæjarstjórn taki þá ákvörðun að vísa þessu frumvarpi til laga opinbera stuðning við nýsköpun til menningar- og nýsköpunarnefndar. Ég ætla að gefa orðið laust sérstaklega það, því að ég tel rétt að við afgreiðum það formlega, svona formleg tillaga. Og þá Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið það. Gjörðu svo vel, Haraldur. Það má mín vegna alveg vísa þessu máli til menningar- og nýsköpunarnefndar, og ég telli nú að sé nú aðeins eðlismunur á þessu frumvarpi að það tengist nú hinu sem tengist á mannréttindamálum, en það alveg að mér að meinalausu og vonandi fleirum að þessu sé vísa til menningar- og nýsköpunarnefndar þá til kynningar. Vísa til kynningar. Fleiri sem vilja tjá sig? Enginn búinn að kveðja sig hljóðs það. Jú, Sveinn Óskar bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti, sko, þarna nefnir hann eitt krúsíal mál, bæjarstjórinn, að vísa til kynningar. Og það verið að biðja okkur hérna í bænum, stjórnsýslan og þingið, og að biðja okkur umsagnir. Og við erum með þetta fólk í nefnd, og mér finnst allt í lagi að leyfa þeim allavega til kynningar og umsagnar, vegna þess að þannig virkjum við lýðræðið í okkar bæjarfélagi, og þetta allt í lagi að fólk fái tækifæri sem í þessum nefndum að taka allavega saman eitthvað minnisblað. Það þarf ekki endilega að vera í formi formlegra umsagnar, en það má alveg eins vera tillaga til okkar að leggja fram einhvers konar vinnu við að skoða það sem mætti betur fara í nýsköpun, eða hvort þeim bara lítist bara hreinlega vel á frumvarpið eða eitthvað slíkt. Mér finnst að kynningin sé svona skemmri skírn og svona eins og maður treysti ekki þessu góða fólki í nefndinni. Ég held að þetta sé fullfrískt og gott fólk sem vill gera vel og metnaðarfullt, þannig að ég held að við eigum að treysta þeim fyrir meira en bara að fá að sjá þetta. Já, ef ég má kannski aðeins blanda mér inn í þetta áður en ég gef Haraldi aftur orðið. Sko, það af því að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að tala beiðni, að vera að biðja umsögn, og það kemur vissulega fram þarna í þessu lið, orðalagi beiðni umsögn þarna og víðar, en það samt ekki þannig að það sé verið að biðja umsögn, að það sé einhver tilmæli. Það gæti misskilist, en það alls ekki þannig. Þannig að þó að komi engin umsögn frá Mosfellsbæ eða öðrum sveitarfélögum, þá það ekkert verið að ganga fram hjá því sem verið að biðja og nefndin auðvitað sjálfsagt sett að skrifa umsögn, þannig að það getur nú verið kannski besta lendingin. En við skulum fá afstöðu fleiri, ef einhver vilja tjá sig, svo göngum við til atkvæða. Haraldur, þú ert búinn að biðja orðið aftur? Já, ég skal.
Sko, það engin að, ekki, það fyrst öllu ég að fara að gera eitthvað lítið úr þessari nefnd eða slíkt, sko, menna nákvæmlega það, eins og hinu málinu hann undan sem nefndir bæjarfulltrúi Sveinsnorska, þá því vísað til kynningar og þá það nefndarinnar og nefndin getur alltaf tekið þá ákvörðun að hann vilja hafa skoðun á frumvarpinu og ég gerir þá ráð fyrir því að það þannig að þá ákveður hún að vilja gefa einhverja umsögn en umsögn það að vera sammála á frumvarpinu, það sérstaklega beðist undan því að hálfu þingsins. Það ekki verið að biðja það að lýsa sér sammála einhverju. Frekar ef það einhverja athugasemdir við frumvarpið. Og ef þessu sem mér alveg að meina lausu að vísa þessu til nefndarnefndar kynningar, þá tekur hún ákvörðun og ræðir það og tekur það ákvörðun það hvort að hún vilji eitthvað hafa einhverja skoðun á þessu eða ekki. Og kemur því þá annaðhvort frá sér beint til þingsins eða til bæjarráðs eftir hvað nefndin vill. Þannig að þetta alls ekki hugsað þannig nema síður sé að fara að gera eitthvað lítið úr þeim sem þarna eru eða treysta þeim ekki fyrir sínum verkum, þetta móti. Anna Sigríður Gunnardóttir, gjörðu svo vel. Þetta Já, takk. Já, ég tek undir það, mér finnst að senda þetta frumvarp held ég bara einhver yfirsjón í bæjarráðinu. Það að senda til kynningar, það reyndar hefur sko vilja brenna við í gegnum tíðina að ýmsir inn í nefndum hafi talið að það að mál séu sendi kynningar þýði að nefndina megi ekki gera neitt. Ég man eftir mörgum tilfellum hálfgerðar, já, og bara deilumál það innan nefnda. En það spurning hvort að megi þá ekki bara senda þetta til kynningar og afgreiðslu og þá sér bara nefndin alveg skýrt það hvað hún gerir við þetta. Og þannig sé ekki bara að við sem að segja þeim að kynna sér nú, blessa frumvarpið. Já, ef ég maður blanda mér í þetta bara því við skulum fara að ljúka þessu og sko það ágætis orðalega að vísa þessu bara til nefndarinnar og hún ræður hvernig hún afgreiðir það, hvort hún fara að setja einhverja umsögn eða ekki. Þannig að ég legg nú bara til að snúist það að vísa málinu til menningar og nýsköpunarnefndar. Er fólk sammála það orðalega? Svo við vitum nú hvað við erum að greiða atkvæði Það hreyfir engin mótmælum. Þá ætla forseti bara að bera það upp svo að það sé alveg skýrt að þeir sem að samþykkja það að málið sem hér undir 14. lið fundargerð bæjarráðs, frumvarp til laga opinbera stuðning við nýsköpun, beinum umsögn stendur hér líka. Þeir sem samþykkja það vísa til menningar og nýsköpunarnefndar eru bennir að rétta upp hönd. Það sýnist vera 9 hendur á lofti. Já. Ritari spyr hvort að til að sé nefn bæjarstjórnar eða M-lista, já, það er það. Ég tel nú að M-listi lagði nú til að bæjarfulltrúi M-lista lagði þetta til fyrstur og hún er bara samþykkt og með 9 atkvæðum. Þá erum búin að afgreiða, forseti gefur orðið laust önnur mál nema 7 og 14. Það hefur ekkert nafn birst á skjánum hjá forseta, þannig að hann lítur svo á að umræðan sé lokið hér og þeir sem staðfesta þessa fundargerð einstök mál þeirra með sér bennir rétt upp hönd. 9-0. Þá koma nú ýmsar nefndir hér, margar nefndir. Það var reyndar ekki mörg mál, það var fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar hjá öllum nefndum. Mikið fundað 1. des á fullveldisdaginn. Við förum í þetta, við tökum fyrst fundi í fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund á fullveldisdaginn 1. desember, snemma morguns klukkan 7, 2 mál á dagskrá. Orðið laust, kveður sig engin ljós og þá var umræða lokið og þessi staðfesta þessa fundargerð eru bennir rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Það var fundur nummer 300. Fjölskyldunefnd.
En allt voru þetta nú rafrænir fundir, þannig að það nú ekki verið boðið upp á neinar veitingar þarna. Þá förum við í fræðslumálin, það líka 1. des. Það fundur númer 384, þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Og bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið og formaður fræðslunefndar. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Þarna voru 2 mál á dagskrá og ég kannski byrja á, fæ ég kannski að nefna hérna mál númer... Það eru 3 mál. Nei, 3 mál, sjálfsögðu, 3 mál. Og hérna, ég vil kannski nefna fyrst mál númer 2, varðandi upplýsingar til fræðslunefndar vegna COVID-19. Þarna liggur fyrir minnisblað sem okkur var kynnt og farið ítalið yfir varðandi stöðuna á og svona svolítið söguskýring í tölum varðandi hérna COVID og hvernig það að leggjast á skólan okkar og starfsfólk og börn. Þannig að þetta var mjög gott að fá þessar tölur og það sýnir líka hvað það bara vel haldið utan allar upplýsingar og sem náttúrulega eru síðan kynntar nefndinni. Þannig ég held að það sé mjög gott að hafa þetta yfirlit og þess að sjá hvernig svona málin hafa þróast í okkur. Við höfum fengið svolítið, eins og þið sjáið á ákveðin tímabilum að þá hefur þetta nú bitið svolítið í okkur. Þannig að það var mjög gott að fá þessar upplýsingar og það var, já, þannig að mér fannst sem formanni fræðslunefndar bara mjög gott að fá þetta yfirlit og sýnir svona stöðuna sem við verið og er. Þannig að það bara áfram góðar fréttir af okkar fólki í skólanum. Það bara eins og kom fram á fundinum að það gengur vel og það er ekki, við erum ekki að verða fyrir neinum, það dynja ekki á okkur neinn högg núna. Þannig að þetta hefur allt og í síðustu svona 3. bylgju hefur skólastarfið gengið mjög vel og allt náttúrulega farið eftir öllum ströngustu reglum og sóttvarnir og allt það og það hefur allt saman gengið áfallalaust fyrir sig. Það er bara það sem ég vildi segja varðandi það mál og kannski einhverja spurningar til mín þennan lið. Það langar mig til að fara áfram í fundargerðinni. Já, kannski að vita hvort einhver vill tjá sig mál númer 2 vegna COVID, það var mál vegna COVID, það kemur ekkert nafn hér upp, Kolbrún gjörðu svo vel, þá heldur áfram. Já, einmitt mál númer 1 sem varðandi menntastefnuna, þetta var nú einmitt sendt til okkar frá bæjarráði og mér langar einmitt kannski til að nefna það eins og varðandi umræðuna alltaf áðan, hvað það sem varðar okkur beint og við höfum haft orð á því bæjarráðið að það streyma til okkar svona frumvörp og alls konar þingsályktunartillögur þessa dagana og meira en nokkur sinni og við höfum orð á því og það kannski höfum líka orð á því að það þyrftum kannski svolítið að velja það, hvað varðar okkur beint og hvað ekki. En vissulega nýsköpunarmálin algjörlega sko. En þarna mál sem menntastefnu 2020-30 sem varðar okkur náttúrulega algjörlega afsakið. Þannig að mér fannst mjög mikilvægt að við myndum fá menntastefnuna kynnta inn til okkar og það var farið mjög vel yfir hana hjá okkur og mjög ítarlegt og góð menntastefna frá menntamálaráðherra. Ég var alveg einstaklega ánægð með þessa stefnu því mér finnst hún talar beint allavega til mín sem skólamannskju. Þannig að mér fannst mikilvægt að nefndin fengi kynningu á þessari stefnu. Og þetta varðar einmitt okkur algjörlega beint á bæjarfélagið og við verandi að hefja okkar vinnu í skólastefnu, okkar endurskoðun okkar skólastefnu, að þá þetta gott innlegg, gott að hafa þessa reglíf til að skoða þegar við förum á stað og betur í okkar vinnu. Þannig að það sé að segja menntastefnuna. Já, það enginn hvasst til hljóðs og þá nú umræðan lokið þessa fundargerð, við göngum með atkvæða
þessi staðfesta hana, fræðslunefnd? Nei, ég fer ekki að bæðistur, forseti, mér langar kannski að fá að kannski segja frá kynningunni á fjárhagsáætlun eða umræðinum fjárhagsáætlun inn í nefndinni, að því að þetta er nú, takk forseti, að þetta er nú stærsti málaflokkurinn og það voru þarna náttúrulega fulltrúar allra að flokka og mér fannst mjög ánægjulegt að sjá og heyra bara samstöðuna áfram í fræðslunefndinni það hvað allir eru á sömu blaðsíðum það að standa og hlúa vel að skólamálunum. Þannig ég er bara mjög þakklátt fyrir það. Eina sem ég vildi segja. Já, þá er komið að greiða atkvæði fundargerð fræðslunefndar frá 1. desember síðastliðinn. Þessi staðfesta hana eru bennir rétt upp hönd. 9 hendur á lofti. Þá förum við í íþrótta- og tómstundirnar. Íþróttir- og tómstundarnefnd Mosfellsbæjar fundaði að reynda tvisvar. Fyrst tökum við fundargerð 27. nóvember, það var fundur númer 240, 4 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Það birtist, þarna Kolbrún Þorsteinsdóttir, biðjum orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Mér langar bara að hafa orð á lið númer 1, kjör íþróttakarls og íþróttakonu Mosfellsbæjar. Nú er bara komið aðeins aftur, mér finnst ég vera nýbúin, að það er bara, þetta er svona stóru viðburður í bænum og ánægjulegur og þannig að mér finnst bara svona ástæða til að vekja athygli á því að þetta fer fram eins og þetta kemur í niðurstöðu nefndarinnar, að nú sé sem sagt að opna fyrir tilnefningar og þetta sé alltaf að fara af stað aftur, þannig mér finnst það bara mjög ánægjulegt og þetta er alltaf svona hátíðlegt og ánægjuleg viðburður, svona bara það sem ég vildi segja. Já, ég held að við getum vel tekið undir það, ekki síst í svona á þessum tími sem við erum að upplifa núna, að það er hækkandi sól framundan. Það er engin hvassi hljóðsér á spjallinu, þannig að forseti lítur svo á að við getum farið að greiða atkvæði þessa fundargerð. Það er sem sagt fundargerð frá 27. nóvember, íþrótta- og tómstundarnefnd. Þessi staðfesta hana Fyrirgefðu, forseti, má ég aðeins? Já, gjörðu svo vel. Áður en þið, ég bara glemdi að mér langar bara að mér langar að því það er mál númer 3 og 4 varðandi skíðasvæðin. Má ég? Já, gjörðu svo vel. Bæði saman. Já, þess að taka þetta kannski bara svolítið saman og þarna er náttúrulega þannig rekstraruppgjör fyrir janúar og ágúst og það er náttúrulega að því ég á nú pínu hefur svona taugar til þessara nefndar og var einmitt þegar við lögðum á stað með þessa stefnumótunarvinnu og þetta er svo mikið baráttumál okkar Mosfellinga að til dæmis að Skálafellið það sé áfram unnið að uppbyggingu Skálafelli. Þannig að ég vildi kannski bara hafa orð á því að þetta er náttúrulega varðar fjárhagsáætlunina og gjaldskrárna fyrir 21 og mér finnst að við sem bæjarstjórn og að við eigum bara að standa vörð það og núna gæti gerst að það verði einhver breyting á þessari stefnumótun sem var lögð fram eða þessu senkar náttúrulega þetta saman og þannig að það sem ég vildi kannski bara segja er að við í Mosfellsbæ höfum alltaf passað upp á Skálafellið, passað upp á það að það verði ekki skilið eftir og það er nú ekkert það kom nú eins upp í umræðu hjá Reykjavíkurborg að Skálafellinu yrði hreinlega lokað og þannig að mér finnst bara það er bara það sem ég vildi segja. Við þurfum að áfram að passa upp á það að Skálafellið verði opið. Það er það sem ég langar að segja. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þessi taugamál svona saman. Þetta er hvort ekki að skíðasvæðin, gjörðu svo vel, Haraldur. Það heyrist ekki þér, Haraldur? Já, bara afsækjað, ég glemdi að
setja hljóðið á. Já, að því að það var vakið máls á þessu máli varðandi skíðasvæðin. Það hefur náttúrulega, eins og þið þekkið, það hefur verið í gangi útboð skíðalyftur í Bláfjöllum og snjóframleiðslu og svo stendur til að setja nýja lyft í Skálafell. Það er að leiðin inn í bæjarráð erindi frá SSH út af þessu öllu saman, og það sem hefur verið að seinka þessum framkvæmdum eða leggja til að þeim sé seinkað um 1 ár, bæði vegna þess að útboðin tókust ekki vel og svo fjárhag sveitarfélaganna, og ég held að sjá getist tækifæri til að ræða þetta þá í bæjarráði og það kom okkar skoðun á framfæri viljum hvað varðar forgangsröðun á þessum skíðasvæðum. Það barst erindi í dag frá framkvæmdastjóra SSH sem var tekið fyrir það síðasta fundi þar, stjórnarfundi, og er þá leiðin inn í bæjarráð þá eftir viku. Já, orðið löstu skíðasvæðin hérna 3 og 4, ef einhver vill ræða það. Svo virðist ekki vera þá göngum við atkvæða. Þessi staðfesta fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar frá 27. nóvember, nr. 240, bennir rétt upp hönd. 9 hendur á lofti, er ekki allir búin að rétta upp hönd. Já, en það síðan var haldinn aftur fundur viku síðar, það er 3. desember síðastliðinn, og þar mættu fulltrúar frá íþrótta- og tómstundafélögum, Aftureldingu og Hestamannafélaginu og golfklúbbnum og íþróttafélaginu ÖSP, og auk þess sem fjárhagsáætlunin var kynnt og reyndar þarna voru þetta voru bara 2 mál á dagskrá þessa fundar og orðið laust. Það birtist ekkert nafn hér á skjánum hjá forseta, þannig að hann lítur svo á að umræðan sé lokið. En þessa fundargerð, þessi staðfesta hana eins og einstök mál bera með sér er bennir rétt upp hönd. Samþykkt með 9 atkvæðum. 1. desember þá var haldinn fundur í lýðræðis- og mannréttindanefnd. Það var fundur nr. 15 á þessu kjörtímabili. Það voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Kveður sér engin hljóðs, þá er umræðum lokið og við göngum til atkvæða. Þessi staðfesta þessa fundargerð er bennir rétt upp hönd. Forseti, Já. þú varst nú svo fljótur að loka núna og þú hleyptir nú fólki í tvígang að áðan þó væri búin að loka, þannig ég óska nú eftir að fá að segja 3 orð. Meiri kallinn. Já, gjörðu svo vel. Já, mér langar til þess að spyrja, og nú veit ég ekki hvort að bæjarstjóri getur hvort hann hefur svarið við þessu, en í máli númer 2, jafnréttisáætlun og framkvæmda áætlunar í jafnréttismál, þetta er eitthvað skrítið, þar kemur fram, niðurstaða nefndarinnar að nefndin feli jafnréttisfulltrúa að undirbúa framkvæmd könnunar á jafnréttismálum og fræðslu jafnréttismál, líklega þá könnunar á fræðslu jafnréttismál til samræmis við áherslur í gildandi framkvæmdaáætlun jafnréttismála, og nú áttaði mig ekki alveg út frá gögnunum sem liggja þarna fyrir, þá áttaði mig ekki alveg á því hvort að þessi könnun verður könnun inn á við hjá stofnunum bæjarins, eða hvort að er að ræða einhverja stærri könnun sem að verður gerð út í samfélaginu sjálfu. Ef að bæjarstjóri geti svarað þessu. Það beint orðum til þín, eða spurningu til þín, Haraldur, gjörðu svo vel. Já, mikið að bæjarstjóra lagt. Ég held að þetta sé inn á við, það sé verið að fara gegnum jafnréttismál hjá stofnunum bæjarins. Mér skoðst ég kannast ég við slíka vinnu áður, en ég skal nú, ef ég hef rangt fyrir mér, þá skal ég koma þeim upplýsingum til þín bæjarfulltrúi og annars liður. Já. Er þessi fundargerð fullrætt þessu sinni? Allir tilbúnir í atkvæðagreiðslu, þeir sem staðfesta hana. Lýðræðis- og mannréttindanefnd er bennir rétt upp hönd. 9 hendur á lofti. Það er þá 9-0.
Já, það eru fleiri nefndir sem að funduðu 1. des. Menningar- og nýsköpunarnefnd líka og þar var aðeins eitt mál og það var fjárhagsáætlunin. Forseti gefur orðið laust þar. Það kveður sig engin hljóðs og þá er umræða lokið. Þeim sem staðfesta þessa fundargerð bænir rétt upp hönd. Staðfest með 9 atkvæðum. Síðan var fundur 2 dögum síðar í umhverfisnefnd Mosfellsbæjar 3. desember, fundur númer 214. Það var eingöngu fjárhagsáætlunin á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Anna Sigríður Gunnardóttir, þú ert búin að biðja orðið, ekki að svara. Já, takk. Mér langar á þessum fundi þá var bara eitt mál, það var sem sagt fjárhagsáætlunin og ágætlega farið yfir það af starfsfólki bæjarins. En mér langar til þess að benda á sem sagt bókun nefndarinnar þar sem stendur drög að fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar 21-24 fyrir umhverfismál lögð fram til kynningar. Umhverfisnefnd minnir á mikilvægi umhverfismál og umhverfisstefnu Mosfellsbæjar jafnvel á aðhaldsárum og mér langar til þess að bara segja frá því að sem sagt hvatinn eða ástæða þess að þessi setning var sett þarna inn var umræða mengunarmælingar og fulltrúar meirihlutans í nefndinni bentu náttúrulega á og óþreytandi að benda á það að það samkvæmt, ég held að það sé kallað málefnasamningur Vinstri grænna og sjálfstæðismanna, já, að samkvæmt honum eigi að festa kaup á og setja upp mengunarmæla í bænum og það er öll nefndin mjög áhugasöm framgang þess máls og fyrir ekki þegar það verið að bora hérna. Nú var ég eins og konan í bæjarstjórn í Keflavík, nema þetta var ekki börnum, þetta var eiginmaðurinn. Þetta er verra hjá mér en henni. En hann er hættur að bora núna. En já, hvert var ég komin? Það var já, það er mjög mikill áhugi fyrir þessu máli og það var talað að það var nú ekki öll nótt úti en það væri rúmt ár eftir af kjörtímabilinu og fólk var bjartsýnt á að það yrði farið í þessar í það að setja upp mengunarmælana á kosningavetri og nú langar mér bara til að spyrja, því ég spurði nú rangt, ég varpaði þessari spurningu fram, reyndar til embættismanna bæjarins og áttaði mig svo náttúrulega á því að það voru rangir aðilar að þau gátu ekkert svarað þessari spurningu minni, en nú ætla ég að fá að spyrja þessara spurningar. Hefur meirihluti rætt það eitthvað hvernig hann ætlar að koma þessu mjög svo brýna umhverfismáli, því það er alveg rétt að umhverfismálin eru alveg jafn nauðsynleg og mikilvæg þó við séum á aðhaldstímum. Hvert er útlitið með uppsetningu mengunarmælana? Er plan? Haraldur Sverrisson, þú ert kominn hérna á mælendaskránna, gjörðu svo vel, Haraldur, þessa spurningu. Já, þetta ég get alveg fullvissað fulltrúa það að þetta er ekki eins og máli með hálendisþjóðgarðinn, það sé þetta einhver bullandi ágreiningur, það sé búið að gera einhver hrossakaup mengunarmælingar. Nei, það eru allir í meirihlutanum og ég vona nú allir í bæjarstjórn sammála því að það sé mjög gott að koma þessu verkefni í framkvæmd og það hefði nú sjálfsagt verið gert núna ef það hefði nú ekki verið örugglega, ef það hefði ekki bara brostið á með þessu veiru og þeirri ákvörðun að við skyldum nú ekki vera að taka ákvörðun einhver ný verkefni á þessu og það þótti nú bara ekki við hæfi að fara að
setja þetta sérstaklega inn núna bara með tilliti þess sem við ræddum á sameiginlega okkar fundum. En ég vona nú og stendi þeirri trú að við getum hrint þessi framkvæmd með næstu fjárhagsáætlun. Forseti, ef ég má aðeins bara hérna, ég ætla bara aftur að biðjast afsökunar svo truflun á þann, en bara því sem ég bara fegin að heyra þetta og þetta ekki gæluverkefni, svo langt í frá. Þetta er umhverfisverndarverkefni og þetta heilsufarsverkefni gagnvart ekki síst börnunum í bænum. Þannig að ég bara mjög ánægð að heyra það að þetta ennþá á forgangslista hjá meirihlutanum í Mosfellsbæ. Já, forseti var búinn að setja sjálfan sig hérna á mælendaskrá bara rétt þetta, bara eins og bæjarstjóri sagði, þetta var rætt hérna einmitt og við vorum mjög meðvituð það að þetta í málefnasamningnum. Þannig að því miður töldum við ekki vera svigrúm á þessu sinni en það verið þá tekið upp á næsta ári. Það eru ýmsar hliðar á þessu máli, þá ég við hvað við erum að tala stöðuga mælingar, færanlega mælingar, það er til ýmislegt. En ég ekki tjá með neitt frekar á þessu sinni en ég held að okkur sé öllu umhugað loftgæðamælingar og bæði út á umferðinni og það er líka verið túkkar alltaf öðru hvoru upp umræður Hellisheiðarvirkjun. En ég ætla ekki að segja meira að þessu sinni en ég sé að bæjarfulltrúi Stefán Ómar hefur beðið orðið þetta mál. Gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég sé hérna þegar ég að fara yfir fylgiskjali sem fylgir þessu að það þarna undir 08 undir sorpeyðing og þetta var ábyggilega eitthvað rætt í nefndinni. Ég sé að það hækkar frá hvað 2 milljónir kannski, eða tæpar 3 milljónir milli áranna 2020 og 2021. Þannig undir annar rekstrakostnaður. Er það rétt? Er ekki meiri hækkuna? Því nú erum við að hækka sorp, hvað heitir það, ruslatunum okkar, sorphirðugjald. Einhver sem að veit nánar þetta, hvort að þetta séu réttar tölur. Það voru einhverjar meiningar að þetta væri jafnvel vanáætlað. En bæjarstjóri kannski getur upplýst okkur eitthvað betur þetta. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, ég er ekki með þetta fyrir framhengir á fyrir þetta sé sorphirðan. Það sé að taka sorpið úr tunnunum sem við erum í samning við Gámafélagið. Svo annar liður sem sorpeyðingin sem þá það sem við greiðum til sorpu en ég reyndar ekki með þetta fyrir fram að mig en það sá liður sem að hækka það sé gjaldskráð sorpu að hækka og vegna gas- og eldstöðvar og breyttrar aðferðar eða meðhöndlun úrgangs. Þannig en sorphirðan sem slík þar að taka tunnurnar er bara vísitölubreyting eða samningshækkun. Þannig að ég gerir ráð fyrir því að þetta sé út af þessu en ég reyndar ekki með þessu skjal fyrir fram með. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar fjárhagsáætlun hérna Mosfellsbæjar hjá umhverfisnefnd. Það sem er á dagskrá. Já, takk fyrir. Ég nú bara með smá spurningu til bæjarstjóra, hann sagði gámaþjónustan. Þetta er dálítið ruglingslegt kannski, það er gámaþjónustan sem heitir núna Terra. Átti hann ekki við Terra? Ég held að fyrirtæki sem við skiptum með heiti Íslenska Gámafélagið. Það er 2 fyrirtæki, annað heitir Terra, heitir Íslenska Gámafélagið. Já, og við erum alveg örugglega með samning við Íslenska Gámafélagið. Já, IGF, það er Íslenska Gámafélagið. Já. Ég sé ekki að bulla neitt með það. Nei, nú er það ekki. Þá held ég að við getum farið að greiða atkvæði þessa fundargerð. Það er sem sagt umhverfisnefnd, fundur númer 214, þessi staðfesta þessa fundargerð. Það eru 9 hendur á lofti. Þá er það ungmennaráðið, það er gott að sjá að það er líf í því. Það voru 2 mál á dagskrá. Hélt fund 1. desember, þann fræga dag. Orðið laust. Birtist ekkert nafn hér á skjánum hjá
Jú, Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi, beðið orðið ungmennaráðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég að því ég sé að það er á dagskrá og sem sagt hjá þeim mál númer 2, lýðheilsu og forvarnastefna, þar sem drög að stefnunni lögð fram og kynnt og nefndarmenn beinum að fara inn á okkar heilsumósa og hafa skoðanir á markmiðum þar. Nefndarmenn hrifnir af kynningu á netinu og telja þessa nálgun auðvelda aðkomu allra að stefnunni. Ég bara ánægjulegt að sjá og því ég held að sé nefnilega mjög mikilvægt að ungmennaráð fái einmitt svona verkefni til að eða ekki fái verkefni, þetta er náttúrulega bara mikilvægt að þau séu inn í þessum málum og þetta varðar náttúrulega mikið ungt fólk, þannig að og þessi stefna, náttúrulega lýðheilsu og forvarnastefnan, hún liggur á vefnum núna inn á mos.is, þar sem að fólk getur komið með tillögur og einhverjar athugasemdir, þannig að ég held að sé einmitt mjög mikilvægt að fá ungmennaráðið til að koma með athugasemdir og fara í rauninni svolítið áfram með þetta mál og ég myndi vilja sjá ungmennaráðið bara taka dálítið líka utan forvarnamálin með okkur. Ég held að það sé mjög mikilvægt og þannig það er bara það sem ég vildi segja, forseti. Já, orðið laust þetta mál sem bæjarfulltrúi Kolbrún var að ræða, lýðheilsu og forvarnastefnu. Það kemur ekkert nafnanna upp. Forseti lítur svo á að þessi fundargerð sé fullur rædd þessum fundi. Þessi staðfesta hann er beðin rétt upp hönd. 9 atkvæði þar. Þá er skipulagsnefndin næst á dagskrá, fundur númer 529, hélt fund 4. desember. Mörg mál að venju, 12 að þessu sinni og það enda að fresta þarna einu máli held ég vegna tímaskorts númer 11 en forseti gefur orðið laust. Það hefur enginn beðið orðið og þá lítur forseti svo á að umræðan sé lokið þessa fundargerð og við göngum til atkvæði þessi staðfesta hana. Skipulagsnefnd, beinir rétt upp hönd 9-0. Þá erum við búið með fundargerðir einstaka nefnda, þá er komið að því sem heitir almenn erindi og við förum, það er mál númer 13 og 14. Við tökum mál númer 13 fyrst fyrir sem ber þennan titil að venju kosningi nefndir og ráð. Óskar á vaflista kosningu nýs varamanns í umhverfisnefnd. Forseti ætlar hérna sem bæjarfulltrúi vaflista að gera grein fyrir hvað hér að ræða. Þetta er að ræða breytingu. Hvað varðar varamann vaflista í umhverfisnefnd? Eins og staðan núna er sá sem hér talar, Bjarki Bjarnason, þessi varamaður en það er lagt til að Auður Sveinsdóttir taki sæti í nefndinni sem varamaður vaflista í þeirri ágætu nefnd. Auðlýs eftir öðrum tillögum. Ekkert slíkt að ræða þá lít ég svo á að þetta sé staðfest að Auður Sveinsdóttir verði varamaður vaflista og við bjóðum hana velkomin þessa ágætu nefnd. Síðan er annað mál hér sem er fundadagskrá 2021. Það er hvorki meira en minna en fundaráætlun fyrir alla bæjarstjórnarfundi á næstkomandi ári. Það fylgdi þarna skjal frá bæjarlögmanni og samkvæmt honum gert ráð fyrir samkvæmt þessari áætlun eða tillögu. Þá er gert ráð fyrir 22 fundum í bæjarstjórninni. Sá fyrsti er 13. janúar og svo síðasti 8. desember eftir rétt ár. Síðasti fundur fyrir sumarfrí er 30. júní 2021 og fyrsti fundur eftir sumarfrí er 18. ágúst. Ég ætla nú að gefa orðið laust ef einhver vill taka, við þurfum að greiða hvað þetta. Þetta er okkar eigin örlög þarna.
Er einhver sem vill tjá sig þetta mál? Þá rétt að við bara greiðum atkvæði þessu staðfesta þessa tillögu, þá Benni rétt upp hönd. Og þá vitum við það. Þetta verður sú áætlun sem verður unnið eftir allt næsta ár. Þá komið að þeim fundum sem eru til kynningar. Það eru allmargir fundir. Það eru hérna, 11 fundir. Við förum í byggingarmálin fyrst. Það voru 6 mál á dagskrá hjá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa. Fundur númer 417. Og ég gef orðið laust ef einhver vill ræða það. Eitthvert mál þar, svo virðist ekki vera og þá umræða lokið og þessi fundargerð lögð fram. Síðan það öldungaráð Mosfellsbæjar sem hélt fund, það var fundur númer 20. Þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það birtist ekkert nafn á skjánum og þá var sú fundargerð lögð fram. Og þá förum við í það sem kalla SSH, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það var haldinn fundur 13. nóvember síðastliðinn og hérna reyndar í borgarstjórnarsal Reykjavíkur og í fjarfundabúnaði náttúrulega líka. Einhvern sem vill ræða þessa fundargerð? Það kom þarna fram að nýr formaður í þessu ágæta sambandi Gunnar Einarsson, bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Og varaformaður Haraldur Sverrisson kom þarna fram líka. En þá förum við í strætómálin. Það var fundur í stjórn strætó. Það var haldinn 7. nóvember síðastliðinn. Og forseti gefur orðið laust og ég sé að fulltrúi Mosfellsbæjar í stjórn strætó er búinn að tilkynna sig til leiks hér. Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Mig langar til þess að vekja athygli bæjarstjórnar fulltrúa á lið í fjárhagsáætlun strætó fyrir árið 2021 sem að mér langar þess að vekja athygli á. Fyrst langar mig að segja frá því að eins og hefur komið kannski áður fram að þá hefur rekstur strætó orðið fyrir miklum búsifjum í þessu faraldri og orðið mjög mikið tekjufall sem að skýrist að sjálfsögða þeim takmörkunum sem að hafa orðið, lokunum skóla, framhaldsskóla, háskóla og svo framvegis, það þarf ekki að telja það upp. En þetta tekjufall upp á áætlað 740 milljónir króna á árinu 2020 af áætlunum tekjum upp á 2,2 milljarða, þannig að þetta er gríðarlega mikið högg. En á móti kemur að þá var akstursþjónusta fyrir fatlað fólk og hún var 340 milljónum krónum undir áætlun af sömu orsökum. Síðan var farið í hagræðingu strax í vor þegar fyrsta bylgjan skall á sem að skilaði 70 milljónum krónum á ársgrundvelli og dregið úr útgjöldum á öllum sviðum og meðal annars þjónustan skert eins og öllum er kunnugt. En þetta þýðir það að það er áætlað tap á strætó upp á 550 milljónum króna á árinu 2020. Nú það er búið að fresta öllum í rauninni fjárfestingum á þessu ári til þess að mæta þessu og síðan langaði mig til þess að bara flagga því hér í bæjarstjórn að það var samþykkt í stjórn strætó á eigendavettvangi líka að í fjárhagsáætlun fyrir 2021 er gert ráð fyrir 900 milljónum króna framlagi frá ríkinu til þess að bæta upp þetta högg sem strætó hefur orðið fyrir á þessu ári og þetta var samþykkt í stjórn og á eigendavettvangi. Það er í gangi viðræður við ríkið að það er komið til móts við strætó eins og kannski sumar aðrar almenningssamgöngur. Það hefur verið til dæmis í umræðunni varðandi Herjólf og
En ég vildi bara vekja athygli á þessu vegna þess að ef að ekki kemur til þessa framlags frá ríkinu, að þá þarf að skoða og endurskoða þessa fjárhagsáætlun fyrir 2021 og þá eru nokkrir kannski möguleikar í stöðunni. Það annars vegar þá að það getur orðið einhver blönduð aðgerð í niðurskurði sparnaði og síðan komið þá einhver hluta til peninga frá ríkinu og hluta til frá eigendavettvangi, eða þá að þetta verður þá einhvern veginn með öðrum hætti, en það er allavega vildi vekja athygli á þessu og það skýrist núna vonandi mjög fljótlega hvernig þetta fer, en það verður þá mætt með öðrum hætti þessu tapi ef að það kemur ekki þessi peningar frá ríkinu. En það myndi þá væntanlega þýða það að það þyrfti að slá á frest enn og aftur til dæmis fjárfestingum í nýju vögnum, sem er mjög erfitt mál vegna þess að það er þegar orðið mjög aðkallandi að halda áfram þeirri útskiptingu á eldri vögnum í flotanum sem að var hafið og voru áætlanir um. En vildi bara vekja athygli á þessu og ef það eru einhverjar spurningar um þetta þá get ég vonandi svarað þeim. Takk fyrir. Já, er einhver sem ræða þessa fundargerð frá Strætó? En bæjarfulltrúi Ásgeir var að ræða. Jú, það var komin einn Sveinn Óskar. Já, forseti. Takk fyrir. Ég þakka fulltrúa okkar í Strætó fyrir innganginn. Það sem ég hef verið að skoða varðandi Strætó núna undanfarið er svona ýmsir þættir, en það sem ég hefur rekið augun í er liður í undir efnahagsreikningi sem heitir kröfur á tengda aðila. Hann var 0 alveg þangað til 2018 og verður svo, sem má sjá núna í þessum árshlutareikningi, að 2019 reyndist þetta 418 milljónir og svo núna í þessum árshlutareikningi kemur blaðsíðu 5, blaðsíðu 5, að þessar kröfur eigi að fara á þessu ári niður í 213 milljónir. Hverjir eru þessu aðilar sem er að ræða? Þetta er sagt þarna í skýringu 28, eitthvað um þetta, en í þeirri skýringu er þetta talað um eignaraðila og félög tengd þeim, stjórnum. Þannig að ég spyr, hverjir eru þetta sem skulda Strætó? Þessa fjárhæð. Ásgeir, það hefur verið beint spurning til þín, en skuldara? Ég er nú ekki með þetta í kollinum hverjir þessar aðilar eru, en ég get bara aflaður upplýsingar um það og komið þeim til þín, Sveinn Óskar. Já, þakkaði fyrir það. Þetta eru greinilega eigendur, þetta er eitthvað sem ekki að greiða, sem að þeim ber að greiða, og ef þetta tengdir aðilar þá er þetta það stór fjárhæð að þetta hlýtur af eitthvað sveitarfélag sem stendur ekki í einhverjum skilum. Kannast ekki við það? Nei, ég veit ekki til þess að nokkuð einasta sveitarfélag sé vanskilið við varðandi Strætó, en það sem gerist er að þetta getur fallið milli tímabila og þá getur verið stórar upphæðir sem að falla milli tímabila og það er væntanlega hluti af þessari skýringu. Forseti, ég þakka bara fyrir svarið og þér, Ásgeir, fyrir svarið, og ég kannski færi að heyri um þetta. Ég bara velta þessu fyrir mér vegna þess að þetta hófst allt í einu þarna fyrir 2 árum og er að svona minnka núna. Þannig ég var að velta fyrir mér hvort þetta hafi eitthvað sem er fallið eins og segir kannski milli skips og bryggju í kerfinu. Takk fyrir mig. Já, það er ekki... Jú, Stefán Ómar, þú ert ekki að biðja orðið Stefán Ómar eða? Nei, en þá er umræðan þessa fundargerð lokið, þetta var Strætó, númer, já, það er nú reyndar, 330. Þá var hún lögð fram. Það kemur hérna athugasemd hérna á spjallinu og Gunnar Einarsson er bæjarstjóri í Garðabæ. Skil ég að þannig að forsetaði mismælt sig áðan hérna. Sagði ég að hann væri bæjarstjóri í Hafnarfirði eða Mosfellsbæ, nei, hvað var það? Kolbrún, þú er að...
Ég með svo fyndið af því að það var líka tilkynnt vitlaust sko þegar að þessi breyting átti sér stað. Þá var Haraldur Sverrisson tilkynntur sem bæjarstjóri í Kópavogi og núna segir þú að Gunnar Einarsson sé bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Í Mosfellsbæ. Það er náttúrulega, við erum nú ekki með þann kall hér. Nei, það vil örugglega ekkert vera bæjarstjóri í Mosfellsbæ. Nei, heyrðu, þetta, ég beist bara velvirðingar þessu. Þetta var bara grín. Heyrðu, en við höldum áfram. Það er hérna nokkra fundargerðir eftir og það eru næst 3 fundargerðir frá Sorpu. Það er fyrst fundur nummer 437 í byggðasamlagi Sorpu. Sá fundur var haldinn 12. nóvember síðastliðinn og þar voru 10 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Og sem vil tilkynna sig til leiks á spjallinu. Svo bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Þarna voru... Takk fyrir forseti. Þetta er 19. dagskrárliður, fundargerð 437 hjá Sorpu. Já. Ekki rétt hjá mér. Það voru 10 mál á dagskrá. Já, ég er bara að fara inn í dagskrá viðkomandi dagskrárliðar á bæjarstjórnarfundinum og hérna eru 10 mál á dagskrá, rétt? Já. Þannig að ég er að fjalla stað og horfur í rekstri og fjárfestingu. Já, það er fyrsta mál. Fyrsta mál á dagskrá og... Já, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Og við fáum þetta skjal hérna og þetta fylgir ekkert með. Við erum alveg stórblind enn á ný. Og ég er búinn að leita þarna í fundargerðum hjá Sorpu, hvort það sé að deila ykkur það er ekki á netinu þeirra. Og ég spil bara fulltrúa Sorpu, þú veist, það verður að fara að bæta úr þessu, sko. Ég hérna þarf að fara að gera athugasemdir við þetta ef þetta breytist ekki, vegna þess að við erum að fá hérna, að fá til umsagnar þessar fundargerðir. Og hérna er bara stórt mál á dagskrá, hérna, staða og horfur í rekstri og við erum nýbúin að þurfa að dæla út peningum inn í þetta kerfi þarna og við fáum svo ekkert að vita hvað er eiginlega í gangi og þetta er bara eitthvað feluleikur. Þannig að þessu verður bara að linna og við verðum að fá þessu gögn upp á borði hingað til okkar þannig að við geta átt að sjá, eru fleiri skuldbindingar að hlaðast upp, nú er gjaldskráhækkunin, hvernig breytingu er því, er þetta eitthvað að koma á mótsið stöðuna og svo framvegis. Þannig að ég ætla nú að biðja bara fulltrúa okkar í Sorpu svona að kanna það hvort það er einhver áform að bæta þarna úr. Takk, ég ákvaða að biðja ekki orðið að því ég vissi að kæmi margar spurningar, þannig ég ætlaði svona að biðja þetta spurningunum áður en ég færi að útskýra eitthvað. Já, takk. Kom gerð svo vel. Takk. Ég stóð nú í þeirri trú að þetta skjal myndi nú liggja þarna undir, þannig að ég ætla að byrja því að segja, það líður mér ekki svo fundur hjá Sorpu sem ég fer ekki inn með, það er beiðnir að það komi góð gögn með og mér finnst að það er allir bara fulltrúar sem sitja í stjórn Sorpu einmitt að hamast svolítið í því að gögnin fylgi með. En að sjálfsögðu á þetta uppgjör að vera þarna og þarna í máli 1, framkvæmd og rekstraruppgjörið það átti sjálfsögðu að vera. Ég skal bara láta það senda það til ykkar því að mér fannst bara að það ætti að vera þarna með, það ætti að fylgja með og ég bara gáli sig að mér að fylgjast ekki með því að það væri með. En kannski bara svona gróft, ég ræði það bara gróflega, þá erum við bara á það er engar nýjar sprengjur að koma frá Sorpu núna, af því að þetta er allt eftir að það var greitt úr allri flækju og Sorpa svona komin að góða siglingu aftur, þá er uppgjörið, það hefur bara Sorpa stendur vel núna, af því að það er náttúrulega búið að koma einsmætting inn í þetta byggðasamlag og við erum náttúrulega eins og búið að koma fram mikla breytingar verið hjá Sorpu varðandi bara hlutverk þessa byggðasamlags og það hefur bara tekið á og það hefur kostað peninga
En ég veit ekki hvort að það er náttúrulega ekki nóg fyrir ykkur að fá að heyra það frá mér að uppgjörið hafi komið vel út, auðvitað vil ég fá að sjá það, þannig ég skal bara reyna að athuga hvort að það ég get ekki komið því bara til ykkar og ég skal bara senda póst á framkvæmdastjóra Sorpu núna, mér bara yfirsagst þetta, bara segja það alveg sér. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú beðið aftur orðið það ekki? Jú. Hversu vel? Það vill nú vera, maður á nú til að vera með langlundargeð. Það til í manni þó að stundum finnist meiri hlutanum að það sé ekki til staðar. En ég ætla að hingra eftir þessu skjali og ég líka vil laga vinnulagi þannig að fulltrúi okkar í Sorpu þurfi ekki að eltast við þetta. Þannig að við þurfum einhvern veginn að koma þessu vel til skila og ég veit að ég trúi henni alveg fyrir því að vera að ýta eftir þessu en þá þarf bara bæjarstjórinn að segja við erum bara að hafa þetta í lagi og bara það þarf að hrista upp í þessu vegna þess að þetta svo vont að hafa þetta ekki. Við erum að ræða þetta fjárlaga hlutann og svona en ég treysti því að Kolbrún láti koma þessu til okkar og ég þakka hana fyrir svarið. Já, það 2 bæjarfulltrúar konur á mælendaskrá þetta mál, þetta sem fyrsta máli á dagskrá, stað og horfur í rekstri og fjárfestingum. Stefán Ómar, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti fyrirgefðu, ég var aðeins Ég var á undan held ég, já. Taka sér. Ég býð bara. Varst þú á undan, Lóisa? Ég syns ég verið eftir Svein Óskari hérna. Það nú ekki hérna svoleiðis í forsetanum. Forseti, ég ekki að fara í fyrsta máli. Já, Lóisa. Ég bara með eina ábendingu sem ég veit ekki hvort það sé bara þannig hjá mér en sem ég tel nú ekki vera að það hérna, við erum í máli númer 19, ekki satt? Við erum í fundargerð 19, númer 19. Já, hjá okkur, dagskrárlið 19 hjá okkur. Já, og þar hjá mér fylgiskjal 437 PDF og þar þetta allt saman í einni belg og biðu. Vantar eitthvað inn í það eða þú veist, þar kemur fyrst hérna varðandi móttöku og flokkunarstöðuna, svo kemur plastið og svo kemur hérna fyrir neðan afslutareikningur. Er verið að tala um eitthvað annað en það eða? Þannig að þú veist, ég held þetta sé með en einhver sem vill þurfti sig að svara í bæjarstjóri spyrjandi á spjallinu skjalið ekki undir í fundagátt Sorpu? Nei, þetta er allt hérna Þetta nákvæmlega, það það sem ég að segja. Niður, en þetta gat ekki verið, við erum búin að taka framkvæmdastjórann oft á beinið fyrir þetta en þetta liggur allt hérna undir, þetta skrolla aðeins niður og þess vegna hefur kannski Ég þóttist hafa lesið þetta þannig að þess vegna þetta gat ekki verið okkur yfirsett svona rosalega því við ætlum að svoleiðis að reyna að bæta úr og af því að starfandi framkvæmdastjóri hefur virkilega lagt sig fram við að passa upp á þetta þannig að þetta allt hérna þannig að þið getið þá bara kíkt á þetta seinna en já Þá var þetta mál leyst, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Já, það er leyst. En ég ætla að gefa orðið laust ennþá þessa fundargerð. Lít svo á að þetta mál sé nú fullrætt. Ef enginn kveður sig ljóst núna. Forseti. Já. Þú ert búin að biðja orðið? Ræða þarna aðeins 7. mál. Já, gjör svo vel. Það er slátur, úrgangsvinnsla. Bæjarfulltrúar. Aðeins ef að fulltrúi okkar í stjórn Sorpu geta aðeins farið í gegnum þetta sláturúrgang vinnsla og það minnst á þetta minnisblað framkvæmdastjóra það sem sagt inn í þessari langloku sem að hangir þetta með. Hvar hann að ræða þetta? Það verður gott ef hún bara myndi leiðbeina okkur því maður kem ekki alveg auðvitað á það. En hann segir hérna framkvæmdastjóri gerir grein fyrir minnisblaðin sláturúrgangsvinnslu í Gæju eftir lokum Gímis í Álfsnesi. Minnisblað rætt og framkvæmdastjóri veitt umboð til að ræða framhald málsins við haghafa eins og heitir. Ef fulltrúi okkar geta aðeins farið yfir þetta, hvað þýðir þetta þarna og er Gæja hönnuð til að taka þennan sláturúrgang þá yfir eða hvað? Takk. Bæjarfulltrúi Kolbrún. Já. Það er margar spurningar. Já, forseti, það er blessaður sláturúrgangurinn. Við náttúrulega, eins og var ákveðið, það var að loka Gími, það var náttúrulega mjög mikilvægt og það myndi verið að því núna og þá lá það fyrir líka að
gasverkjarastöðin eða Gaia myndi taka þennan sláturúrgang. Það þurfti að bæta eitthvað inn í gasverkjarastöðin, fá einhver betri tæki og tól til að taka á móti sláturúrgangnum og það var bara ákveðið að gera það og að sláturúrgangurinn fari inn í gasverkjarastöðina. Ég get ekki nákvæmlega sagt hvaða tæki þetta eru eða hvernig þetta að virka en kannski fæ ég að sjá það þegar að ég er nú búin að biðja það að bæjarstjórnin öll fá að koma inn í gasverkjarastöðina í heimsóknuna fljótlega. En en það sem sagt, sláturúrgangurinn mun fara inn í, og ég held að sé bara hvort það byrjað, ég ekki alveg viss hvort það byrjað að fara inn í gasverkjarastöð. Já, takk. Orðið lausn 7. mál. Sláturúrgangsvinnsla í Gaia. Það virðist enginn vilja ræða það frekar. Orðið lausn ennþá einhver önnur mál þarna. Í fundargerð Sorpu. Hún þá lögð fram, en þetta var nú fyrsta af 3 hérna. Fundargerð Sorpu. 8 dögum síðar, 20. nóvember var haldinn fundur í Sorpu, stjórn Sorpu. Þar voru 6 mál á dagskrá. Fundur númer 438. Orðið laust. Þessa fundargerð sé engin hljóðs og þá hún lögð fram. Forseti, má ég aðeins bara fyrirgeðu? Viltu taka til máls, Kolbrún? Já, kannski undir þessari fundargerð, 438. Já, það sem sagt, þetta varðar bara það að við þurftum að leggja þetta fram til að sem sagt, þetta var formsatriði varðandi starfsleyfi Sorpu og svo kannski þetta var breytingin á eigendasamkomulaginu. En ég kannski, við erum búin að funda svo bara, ég get eiginlega ekki sagt hversu oft og það fundum verið frestað og svo framhaldsfundir af því að það svo bættist þessi fundur við að það sem sagt umhverfisstofnun sem gefur starfsleyfið vildi fá þetta sem sagt formlega ágreitt og það var þess vegna sem að þessi fundur var haldinn þarna snemma morgun. Þetta var fundinn 20. nóvember 438 sem að bæjarfulltrúi Kolbrún var að tala og svo leið vika, 27. nóvember, þá haldinn fundur númer 439 í stjórn Sorpu. 27. nóvember og þar sýnist mér hafi verið 4 mál á dagskrá. Ég gef orðið laust þar. Þessa fundargerð. Kveður sé engin hljóðs en þá. Forseti, bara já, takk. Þarna erum við líka að ræða þetta bara formsatriði. Það var varðandi þennan möguleika að stjórnin þurfti að samþykkja það að þessa lánalínu mögulegu sem ekki víst að verði þessi 300 milljónir að stjórnin þurfti að áður en það færi sem beiðni í bankann að það þurfti stjórnin að samþykkja það. Þannig að þetta var líka svona formlegur fundur. Þannig ef að til þess kæmi, þetta svona svo já, þetta verið opnað á þessa lánalínu. Já. Já. Þá fundur hjá Samtökum sveitarfélaga. Fundurinn sem var að fjalla áðan var aðalfundur, svo ég taki það nú fram. Forseti, ég man ekki undir hvaða fundargerð þetta var. Þetta varðandi ráðningu nýs framkvæmdastjóra, ef að bæjarstjórnin vill vita eitthvað það. Það að í fundargerðinni. Já, býttu nú við. Já, við erum nú reyndar búin að afgreiða þarna. Já, ok. Þá segi ég ykkur ekkert Já, það er ekki að dagskrá þess að funda sem við erum að ræða núna. Já, það var á undan. Ég ætlaði kannski að segja eitthvað stöðuna í því, en þið fá bara þessi. Kannski það bara utan dagskrár eftir, en ég held að við höldum okkur forminu þarna. Það vildi engin ræða þarna fundin hjá stjórn Sorpu frá 27. nóvember. Þá förum við í SSH. Það fundur númer 514 hjá Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það var haldinn 23. nóvember, þessi fundur. 6 mál á dagskrá. Þarna það stjórnin.
nýkjörin stjórn sem sagt, sem að funda þarna og það kveður sér engin hljóðs ennþá á skjallinu, þá lít ég svo á að umræðum sé lokið þessa fundargerð og hún er lögð fram. Svo koma önnur samtök, það er samtök sveitarfélaga höfuðborgarsvæðinu aftur, fundur númer 515. 6 mál á dagskrá líka, það er viku síðar, 30. nóvember síðastliðinn. Forseti gefur orðið laust. Birtist ekkert nafn hér á skjánum og þá lít ég svo á að við getum afgreitt þessa fundargerð eða hún hefur sem sagt bara lögð fram. Þá er komið að því sem heitir Samband íslenskra sveitarfélaga. Og þar voru nú að venju mörg mál, hélt fund 20. nóvember síðastliðinn, 24 mál á dagskrá, einu færra heldur en bæjarstjórn Mosfellsbæjar að þessu sinni og gáðu nú að ganni mínu hvað tók langa tíma að afgreiða þessi mál, það tók tæpa 3 tíma hjá stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta er náttúrulega fjarfundur að venju, fólk er í öllum landshlutum, en forseti gefur orðið laust ef fólk vill ræða eitthvert af þessum málum. Svo virðist ekki vera, er ekki rétt að Sveinn Óskar Sigurðsson, bæjarfulltrúi, varst þú ekki með orðið þarna? Já, takk. Já, þá gjörðu svo vel. Þú hefur 24 málum að velja. Já, þakka fyrir forseti. Ég ætla nú bara að byrja númer 3 þá. Númer 3. Undir Jónsmessunefndar. Undirbúningur borgarlínu. Þetta það? Nei. Nei, það ekki. 3. liður fundir Jónsmessunefndar. Já, fyrirgeðu ég. Afsakið. Vel bara, gjörðu svo vel. Borgarlínan var á fyrirfundinum. Já, það er alveg rétt. Afsakið. Já, með leyfi forseta ætla ég vitna í bókunna hérna. Lögð fram fundargerð samstarfsnefndar ríkis og sveitarfélaga Jónsmessunefndar frá 11. nóvember 2020, rætt stöðu fjármála sveitarfélaga vegna COVID-19 og samskipt við ríkið. Haraldur Sverrisson vék á fundi klukkan 14:06. Ég ætla að freista þess að því að mér sýnist að hann kannski viki á fundi eftir eða innan þessar liða hvað hann náði af þessari umræðu og hvernig umræðan átti sér stað fjármál sveitarfélaga vegna COVID. Þannig líklega eftir að tala náttúrulega sveitarfélaga á landsbyggðinni og hérna á höfuðborgarsvæðinu. En það væri gott að fá smá skýrslu frá Haraldi bara ef hann hefur hana helstu svona þætti þessa máls. Hvað er eitthvað nýtt að gerast í þessu? Hann nefndi það að einhverja óformlega viðræður væru hafnar. Það er náttúrulega bara óformlega viðræður eða er þetta rætt þarna í samhengi við sameiningu sveitarfélaga sem er þvinguð aðgerð sem að mér þykir nú mjög sérstakt en búin að fá svona stutta skýrslu að leið ef hann getur lagt það fram. Takk. Já, það er beint spurningu til þín, Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel. Já, ég satt þennan fund sem varamaður Gunnars Einarssonar sem ekki komst eða satt hlutans. Ég gat reyndar ekki tekið að mér að setja hann allan því ég var bókaður á öðrum stað þarna kortur yfir 2, þannig ég var að víkja þessum fundi þarna upp úr 2, þá var reyndar búið að ræða þennan lið allan og það fór nú töluverður tími í umræður þennan lið, svona bara almennt fjárhagsstöðu sveitarfélagana. Ég reyndar hóf umræðuna eða bað orðið þarna undir þessum lið sem ég bara vildi ræða þessi mál og afstöðu stjórnar sambandsins til þess með hvaða hætti ætti að svona nálgast ríkisvaldið hvað varðar fjárhag sveitarfélagana almennt þessar mundir vegna COVID-19 ástandsins. Ég held að það hafi ekki farið fram hjá neinum fulltrúa hér í bæjarstjórn og sumir hafa gagnrýnt mig fyrir það og aðrir hrósað að ég tel að það sé
hagstjórnarlega skynsamlegt að ríkið aðstoði sveitarfélögin með almennum beinum framlögum vegna tekjufalls og kostnaðarauka sveitarfélaga, vegna þess að það sé skynsamlegra fyrir hagkerfið og skynsamlegra fyrir hið opinbera. Opinbera er ríkið og sveitarfélögin saman, að það sé gert með þeim hætti. Það sé skynsamlegra að ríkið taki á sig hluta af höggi sveitarfélagana, því að ríkið sé betur í stakk búið með sínum tækjum og tólum til þess að bregðast við því en sveitarfélagin. Og ég held einhverja slíka ræðu þarna, held ég oftar en einu sinni undir þessum lið, en ég fékk nú ekki mikinn hrumgrunn hjá stjórn sambandsins með það. Og það er greinilegt að stjórn sambandsins og framkvæmdastjórn þess álítur að þetta sé fullrætt við ríkisstjórnina og ríkisvaldið að það gerist með þeim hætti. Ég bent á það að þeim erindum sem að Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefði beint í ríkisstjórnina hefði aldrei verið svarað. Og meðan það var ekki búið að svara þeim þá væri nú málið ennþá í gangi. Og það verður þá betra að fá nei, heldur en ekkert svar. En ég hafði nú ekki marga málsvara í stjórn sambandsins með mér. Og ég skil það þannig að stjórn sambandsins telji að það eigi ekkert að vera að berja meira ríkisvaldinu svona almenniskosti stærstu hluti hennar á því hvað varðar þessi mál. Og það sé fyrst og fremst sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu sem hafi áhuga á því og engin önnur. Það er enda býr 2/3 hluta þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu, 1/3 út af landi. En þetta var svo umræða fram og tilbaka í þessu og ekki formaður sambandsins né varaformaður sýndi þessu málflutningi við neitt stuðning. Og þau eru nú sitt hvorum flokknum, annars hefur Sjálfstæðisflokki og hins vegar Samfylkingu. Já, er eitthvað sem þetta ræða þetta mál frekar sem að Sveinn Óskar og Haraldur voru að ræða? Jú, það kemur nafnið þitt aftur hérna. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir forseti. Ég þakka Haraldi fyrir að fara yfir þetta. Ég var reyndar að reyna að höggva eftir einu máli þarna sem að veit ekki náttúrulega hvort að það hefur komið fram. Það er áform Reykjavíkurborgar að stefna ríkinu út á jöfnunarsjóð sem að muni náttúrulega ef að Reykjavíkurborg fer í það málaferli í sameiginlega sjóð sem minnkar bara við það að Reykjavíkurborg taki meira vegna bruðsins þar og þá minnkar náttúrulega hjá Mosfellsbæ enn meira og það er verið að nota þetta í sameiningartilgangi þetta fyrir austan og þá breytist þetta og rýrnar. Er þetta ekki innan Jónsmessunefndar og á þetta ekki erindi þar eða var þetta aldrei rætt þarna? En ég vil bara fá smá punkta þetta atriði sérstaklega. Haraldur, gjörðu svo vel. Forseti, bara stuttasvar, þetta mál bara var ekki rætt. Og ég held að það hafi ekki verið á dagskrá Jónsmessunefndar þessar fundar. Ég reyndar ekki Jónsmessunefnd en ef það hefur verið á dagskrá fundarins þeirra nefndar þá var það ekki rætt á þessum fundi. Já, þetta mál er ekki rætt frekar hér. Orðið er ennþá laust þessa fundargerð. Samband íslenskra sveitarfélaga, fundur frá 20. nóvember, númer 891. Varst þú að biðja orðið aftur, Sveinn Óskar? Já. Eitthvað annað mál þarna? Já, forseti, það er 4. lið, verkefnastjórn fyrir hagsmunagæslu úrgangsmálum. Ég vil bara, þú varst nú farin Haraldur á þessu tíma, ég bara velta fyrir mér, er þetta einhver samráðsvettvangur í úrgangsmálum hjá sveitarfélögunum? Og þá spyr ég þess að fá skýringu á þessari verkefnastjórn. Takk fyrir. Svo vel, Haraldur. Ég held að ég muni það rétt að þetta sé samstarfsvettvangur ríkis og sveitarfélaga þessi úrgangsmál. Og þetta kallist einhver verkefnastjórn, en ég var nú reyndar ekki eins og nefndir satt ekki þennan lið, þannig ég veit ekki umræðana. Örstuð spurning, Haraldur. Formaður þessar verkefnastjórnar?
Við grunar að þessi Guðjón Bragason, lögmaður, starfsmaður sambandsins, hann minnst er sá sem að fer yfir þessar fundargerðir þegar það er gert. Þá þetta mál útrætt, tel ég vera eitthvað annað sem bæjarfulltrúar vilja ræða. Svo ekki, þá þessi fundargerð lögð fram. Nei, forseti, ég var búin að biðja um orðið líka. Já, fyrir ekki, Kolbrún. Nei, sko, varðandi þessi urðunarmál. Já, byrjum við, hvaða mál það þarna? Þeir voru að ræða áðan, Sveinn og bæjarstjóri. Verkefnisstjórn fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum. Já. Já, gjörðu svo vel, Kolbrún. Ég nú bara að segja það að ég bara pínu forvitin, sko, líka. Ég, að því að þetta mál hvort að þetta sé verið að tala hvort að það sé leitun að urðunarstað fyrir óvirkan úrgang eða hvað er þetta? Þetta er ekkert svoleiðis, sko. Nei, hvað, þú veist, já, en ég bara alveg segir að mér finnst þetta áhugavert og myndi gjarna vilja heyra hvað fær fram á þessum fundum. Svona sem stjórnarmaður í Sorpu, þá myndi ég vilja vita það líka. En ég get kannað bara seinna. Ég er alveg að hafa samband við Guðjón Bragason. Já, Guðjón Bragason. Gott og vel. Orðið er ennþá laust hérna ef einhver vill ræða eitthvað. En forseti lítur svo á að þessi fundargerð sé útrædd og hún er lögð fram. Nú við endum hérna á skíðum í lokin. Í 25. mál á dagskrá bæjarstjórnar er fundargerð fundar í samstarfsnefnd skíðasvæðanna, fundur númer 387, fundur haldinn 2. desember síðastliðinn, 6 mál á dagskrá. Síðasta tækifæri að taka til máls á þessum fundi. Forseti býður spenntur hérna, hvort það birtist eitthvað nafn á skjánum. Enginn sem vill ræða skíðamálin. Þannig að þá er hún lögð fram. Forseti, bara östuð, sko, bara varðandi, sko, fyrsta liðin, það er sá liður sem að, það mál sem er komið til bæjarráðsins, það sé, sko, þessi staða varðandi útboð á verkefnunum varðandi við lyfturnar í Bláfjöllum og því. Þannig að það var gefst ábyrgðis tækja vill að ræða það á þeim vettvangi. Já, fyrsta mál, rætt útboðsmál á skíðasvæðunum varðandi skíðalyftur og snjógerð. Stórt mál. Já. Þessum upplýsingum er komið til skila en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var búinn að biðja um orðið. Viltu ræða fyrsta mál? Nei. Er einhver sem vill ræða fyrsta mál sem að bæjarstjóri var að ræða? Svo virðist ekki vera, þá ætla ég að gefa þér orðið, Sveinn Óskar, eitthvert annað mál þarna. Já, þakka fyrir. Ég er nú bara með fyrirspurn til Rúnars Braga þriðja lið varðandi skíðaskotfimi. Og ég ætla bara að spyrja að forvitni, hefur þetta verkefni verið lengi í gangi eða er þetta nýtt fyrirbæri? Þannig var hann ekki. Það er beint spurningu til þín, Rúnar Bragi. Þetta er nú tiltölulega nýtt og eiginlega bara alveg nýtt. Það er það sem er verið að fjalla um. Það er bara verið að óska eftir jafnvel umsögnum að vera með svona skíðaskotsvæði. Það er bara í ferli. Takk fyrir, þetta er fínt. Þetta er fínt. Eitthvað sem að önnur mál sem bæjarfulltrúar vilja ræða, svo virðist nú ekki vera. Þetta var síðasta fundargerð kvöldsins og þá er nú ekki mikið eftir nema að þakka fyrir að leita hérna hamrinum góða og þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetuna. Það liggur ekki fleira fyrir þessum fundi og þetta reyndar síðasti fundurinn á þessu ári, síðasti fundur þessa árs og við vorum að samþykkja áðan að næsti fundur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar verður 13. janúar 2021. Ég vil bara nota tækifærið og óska öllum bæjarfulltrúum og fjölskyldum þeirra og öllum Mosfellingum gleðilegra jóla og bara hittumst með hækkandi sól.
Þakka ykkur fyrir fundarsetuna og hér sjáum við